Slóð eignarhalds 17% hlutar í Arion banka endar á Caymaneyjum. Forsvarsmenn sjóðs sem fjárfesti í bankanum segjast ætla að veita fjármálaeftirlitinu allar upplýsingar eignarhaldið. Forsvarsmenn bandaríska fjárfestingasjóðsins Taconic Capital sem stóð fyrir hlutum og kaupum í Arion banka segist ætla að veita íslenska fjármálaeftirlitinu upplýsingar eignarhaldið í trúnaði. Slóð tæplega 17% hlutar í bankanum endar á Caymaneyjum. Eftir að 4 fyrrum kröfuhafar Kaupþings keyptu af Kaupþingi tæplega 30% hlut í Arion banka hefur komið fram krafa að upplýst verði endanlegt eignarhald. Það er nefnilega ekki vitað nákvæmlega hverjir kaupendurnir eru. Þegar opinberar upplýsingar eignarhaldið eru skoðaðar, kemur í ljós að í 2 tilfellum endar það á kunnuglegum slóðum í Karíbahafinu. Í fréttatilkynningu söluna kom fram að félag á vegum bandaríska fjárfestingasjóðsins Taconic Capital hefði keypt 9,99% hlut í gegnum Luxemborskt félag sem nefnist TCA New Sidecar 3. Samkvæmt fyrirtækjaskrá í Luxemburg er það félag svo í eigu félags á Caymaneyjum, Taconic Sidecar Master Fund SPC. Engar opinberar upplýsingar er hægt að fá eigendur þess, þar sem á Caymaneyjum ríkir leynd eignarhaldið. Forsvarsmenn Taconic Capital segja í samtali við fréttastofu að baki Caymaneyjafélaginu séu sjóðir, sem svo séu í eigu fjárfestana sem að kaupa hlutin í bankanum. Þeir hafi verið fengnir sérstaklega í kaupin, enda bindi þeir fé sitt í lengri tíma en vant er hjá sjóðnum. Forsvarsmenn Taconic segjast skuldbundnir til að gæta nafnleyndar hverjir fjárfestarnir eru, en þeir séu 20 til 30 talsins. Fjárfest sé í gegnum Caymaneyjar til að fjárfestarnir greiði ekki meiri skatt en ef þeir fjárfestu beint í hlutabréfunum. Þeir séu ekki að koma sér undan skatti. Samkvæmt íslenskum lögum þarf að birta nöfn þeirra einstaklinga sem eiga óbeint 10% hlut eða meira í banka. Forsvarsmenn Taconic Capital segja að engin einstaklingur í þeirra fjárfestahópi eigi svo mikið. Hjá fjárfestingasjóðnum og SIF Capital Management Group er uppsetningin sambærileg. 6,6% hlutur í Arion banka er seldur luxemborgska félaginu Sculptor Investments, sem aftur er í eigu annars luxemborgarfélags Sculptor Holdings. Það er svo samkvæmt fyrirtækjaskrá í Luxemburg í eigu félags á Caymaneyjum, Sculptor Cayman Holdings. Ekki náðist í talsmann og SIF fyrir fréttir.